Þegar við seljum vöru þá náttúrulega auðvitað mikilvægt að einhver vilji kaupa hana og þegar það kemur til dæmis af uppsjávarafurðum þá ekkert endilega hægt að selja hana hvar sem Eitt af því mikilvæga þegar kemur að því að skilja markaðina og auðveldara að selja vöruna þar sem rík neysluhefð á svæðinu, til dæmis eins og hér í Póllandi. En hingað selja Íslendingar árlega á bilinu 25 til 30.000 tonn af uppsjávarafurðum, aðallega síld en einnig makríl og hefur eftirspurnin aukist undanfarin ár. Pólverjar fullvinna oft frystan íslenskan fisk og færa hann í neytendaumbúðir, selja hann svo bæði hér í Póllandi en flytja einnig til annarra landa. Íslenska síldin var að mestu leyti söltuð og seldin á markaði í Sovétríkjunum fram að hruni þeirra árið 1991 en einnig í Skandinavíu framundir aldamótin. Þá jókst frysting á íslensku síldinni sem seld var við Eystrasaltið og enn í dag eru helstu markaðir fyrir síld Pólland, Þýskaland, Rússland, Úkraína og Hvíta-Rússland. Norsk-íslenska síldin sem fór síðan að veiðast 1995 einnig seldin á sömu markaði og svo íslenska að langmestu leyti. Bærinn Jarocin í Póllandi töluvert langt inn í landi og þar búa aðeins 27.500 manns. Í Jarocin má finna fjölskyldufyrirtæki sem kallast Rýband, sem áfram vinnur innfluttan fisk víða að úr heiminum og selur í verslanir þar í landi. Í fyrirtækinu starfaði jafnaði 250 manns en þeir vinna árlega 15.000 tonna fiski og flytja út til yfir 15 landa meðal annars í Evrópu, Bandaríkjunum og Afríku. Uppsjávarfiskana kaupir fyrirtækið aðalega frá Íslandi og þá frá HB Granda, Samherja, vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum og Iceland Pelagic. David Tryshelinski innflutnings- og útflutningsstjóri fyrirtækisins sem stofnað var árið 1991 og hann vildi auðvitað leyfa okkur að smakka ýmsar afurðir sem þeir höfðu áframunnið úr íslenskum fiski. En við vildum auðvitað spyrja hann af hverju þeir kaupa fisk frá Íslandi. I think because they have really good quality of their product. It is, good people and it is easy to talk with them. Of course the market is very high and all of the processors and also producers fighting to get the best prices, but somehow we find a way to make business. Við á Íslandi við borðum sjaldan uppsjávarfiska, kannski helst síldina í kringum jólin en afar sjaldan ef þó einhver tíman makríl, loðnu og kolmuna. Fyrir okkur eru þessi fiskar líklega aðalega peningar, ekki matur. Það þyrfti líklega mjög mikið að breytast í okkar menningu til þess að við færum að sækjast eftir því að borða makríl til dæmis í sama magni og við borðum kjúkling. Það sama á þetta við allstaðar í heiminum. Það bara hægt að selja þessa fiska þangað sem einhver reiðubúinn að borga fyrir hann. Þess vegna mikilvægt fyrir útflutning á íslenskum sjávarafurðum að skilja matarhefðir og menningu þjóða og ekki síst að fylgjast vel með þróuninni sem á sér stað allan heim. The life is changing in Poland since 1989 after the communists fall down. The people are changing. We have globalization, so they're starting to get new fish. They're traveling, so it is going in the right way. But of course the pelagic fish, it's going down. People are looking for more and more processed fish just to consume them already done. Are you trying new things with the material? We always need to follow the market, or I would say be first at the market with creating new products and to deliver new things to the customers. But maybe before we taste some of this, you could maybe show me a bit of your factory. Yeah, for sure, it will be my pleasure. Það var mjög áhugavert að skoða verksmiðjuna og sjá ýmsar ólíkar leiðir til að áframvinna fiskinn. Ferli hjá þeim byrjar einfaldlega á því að afþýða til dæmis íslenska fiskinn og vinna hann svo áfram. Á staðnum var verið að reykja fiskinn, marinera hann, skapa úr honum fiskirúllur með grænmeti og gera sallöt, svo eitthvað sé nefnt.
Oh, here you can see our small kinds of production. Hello, stop. These are the salads with different tastes. For example, with corn, here we have. Here we have with the cream. It is a nice product. We're selling it to the Carrefour in Poland and some other supermarkets. You will say that we have one product, but in fact it is like a 20 different kinds of production because we need to separate them, cut them, you know, high cut, low cut, so lots of work, but we need to do it, yeah? We need to do it. Here we can see the products. This is, for example, for one of the biggest companies in Poland, which is dealing with our production, and this is their brand. So we are also frying the herring. You can see it. These are the fried flaps or fillets. This is real mushrooms, the onion, and some kind of the salads from herring. And here we have the roll mops with the cucumber. And how much? 220, 225 euro. Just we need to make big volumes to get some earnings on it. Það kom mér í rauninni mjög mikið á óvart hversu ódýr varan var eftir að búið var að áframvinna hana og hversu lítill munur á kostnaðinum við að kaupa fiskinn og því sem hægt að fá fyrir hann þegar það búið að áframvinna hann og setja hann í neytendaumbúðir. Það segir manni líklega að bæði vinnuafl, tól og tæki og yfirbygging getur ekki verið mjög dýr. Eftir þessa gönguferð þá er komið að því að smakka og ég held að ég hafi aldrei smakkað jafn margar útfærslur af makríl og síld eins og í þessari ferð. What's in it? Mustard, and this is a mustard style. Mm-hmm. You were saying that you have more quantity of the fish in your salad than some of the... Yeah, there are different types of clients and different producers. We are trying to get, as best quality as possible because some of the supermarkets are just pushing to get the best prices. Mm-hmm. Instead of 50% of fish and salads, they want 20, 25, 30%. That makes, cheaper cost of production because SAS is, of course, cheaper than the fish. Mm-hmm. But we are trying to focus on this, premium market. And I want my clients be happy, yes, because if they will buy good products and with, full of fish, I would say, they will be happy and they will come back for it. Í þessari ferð þá sá ég óteljandi útfærslur á íslensku síldinni og makrílnum, en á lokavörunni til neytenda nær ómögulegt fyrir kaupendur að sjá að fiskurinn sé íslenskur. Ég forvitnaðist aðeins ástæður þessa og miðað við það sem að kaupendur sögðu mér, þá virðist það ekki hafa neitt sérstaklega jákvæð áhrif á sölu vörunnar. Pólverjar nefnilega vilja alveg eins kaupa pólskt eins og Íslendingar velja íslenskt. Þá erum við komin hingað í lítinn bæ í suðvestur Póllandi sem kallast Władysławski, ef ég næ að bera þetta rétt fram. En hérna þá ætlum við að hitta innflytjanda á íslenskum uppsjávarafurðum. Hann rekur líka litla fiskbúð og ætlum að fá okkur að borða með honum, vonandi eitthvað íslenskt. So tell me a little bit about your company. What do you do? Yeah, just our main activity is pelagic herring and mackerel. We supply Polish processors, we deliver fish to them, we organize transport, we organize the storage, so try to do all the service and do our best to let them process and finally eat the products in small restaurants and shops. Yeah, and you buy from Iceland? We buy from Iceland. We buy from North Atlantic. We buy from Norway, from Scotland, and from Iceland. Iceland's clean water, good quality, better and better, and maybe not such a big tradition in Poland for Icelandic product,
but that is also changing. Can you maybe show me what you have here? Yes. So typical things like cod, salmon, also some fish from Croatia, like dorada mackerel, as you see, which is more and more popular, even for smoking, for frying. You can do it yourself. Then there is the part of the traditional food, that's smoked fish. What was also what is very long tradition is herring products. Different herring products, marinated, salted, even some new ways to prepare it. What about the age? Is it the older people that like, for an example, smoked mackerel, or is it the younger people also? Yes. Generally, the traditional food like smoked mackerel, salted herring, the main clients they are older people, older generation. You can have lunch and try different tests of Polish way to prepare Icelandic fish. Let's do it. Yeah, let's do it. This is marinated and salted herring with some additives, some fruits. Try it because it's quite interesting. And I think we should try this one. This one? Yeah. This is prepared here by our cook. Okay. So in a special sauce, with a pancake. It's like a fish covered by pancake. Oh. So I've never tried that. yeah. So it is absolutely unique, I think. And I guess the Icelandic viewers would like to know the special thing about Iceland. It's the sea. You talk a lot about the sea. That's the thing. That's the most important thing for you. Or what about way of doing business and price and quality and so on? Look, Iceland is absolutely the most important player in the fish business. You are surrounded by the sea. Your quotas, your possibilities are absolutely the biggest. We have to do business with Iceland. Og áfram hélt ferð okkar. Við sáum að þar í landi eins og svo víða í heiminum þá eldisfiskur, sérstaklega norskur lax, mjög vinsæll og dýr á sama tíma og yngra fólki ekki jafn spennt fyrir uppsjávarfiskum eins og það eldra, þó svo uppsjávarfiskarnir séu villtir beint úr Norður-Atlantshafi. Þessi þróun nákvæmlega svo sama heima á Íslandi og líklega annars staðar í heiminum. Auk þess sem neysluhefðir og venjur manna að breytast víða þá það fleira sem hefur áhrif á möguleika Íslendinga til þess að fá góð verð og selja uppsjávarafurðir sínar. Stjórnmál hafa líka sín áhrif. Fyrirtæki í Rússlandi voru til dæmis stærsti markaður fyrir íslenskar uppsjávartegundir áður en að Rússar settu á margumrætt innflutningsbann á matvöru í kjölfar refsiaðgerða þjóða á þeim vegna mannréttindabrota. Neysluhefð og uppsjávarafurðir má finna í Afríku og voru Íslendingar að selja töluvert inn á markaði þar, til dæmis í Nígeríu, vegna kaupmáttaskerðingar hjá almenningi þar í landi og ekkert útlit fyrir að breytingar verði þar á, þá hafa íslensk fyrirtæki þurft að leita annarra leiða og farið til dæmis með vörur sínar inn í Egyptaland. En þar þó ekki hægt að fá jafn góð verð fyrir vöruna og hægt var að fá í Nígeríu fyrir kaupmáttaskerðinguna. En hana má væntanlega rekja til lækkunar á olíuverði, en gjaldmiðillinn Naira hefur fallið verulega í hvert sinn sem olíuverð lækkar. Stundum rætt það hvort hægt sé að finna nýja markaði fyrir íslenskar uppsjávarafurðir. Það hins vegar ekki alveg jafn einfalt og það hljómar. Við til dæmis erum stödd hérna í Tékklandi, bara rétt við landamærin að Póllandi. Til Póllands seljum við 25 til 30.000 tonn af íslenskum uppsjávarafurðum á ári hverju, en sáralítið hingað til Tékklands. Ástæðan væntanlega sú að Tékkland á ekki landað sjó og neysluhefðin því lítil og það hefur auðvitað áhrif á eftirspurnina. Við á N4 vorum svo heppin að fá að slást í för með nokkrum starfsmönnum HB Granda hingað til Póllands og reyndar líka til Hvíta-Rússlands. Þetta eru sem sagt sölustjóri uppsjávarafurða, markaðsstjórinn og gæðastjórinn frá Vopnafirði. Akkurat núna til dæmis erum við stödd í pínulitlum bæ í Póllandi, 300 mann sem að búa hérna og flestir vinna reyndar í verksmiðjunni hérna fyrir aftan okkur. En við ætlum að fræðast aðeins það til að byrja með hvað máli skiptir það að fara í söluferð sem þessa. Já, við reynum að vera frekar duglegir að heimsækja viðskiptavini okkar út á markaðnum af því að við erum ekki með eina starfsmenn erlendis. Við erum ekki mikið endilega að fara til Póllands en svona reynum að gera öðru hvoru, svo reyndar líka sýningar annarkvort ár þar sem við reynum að hitta alla kúnnana. En svo þótt okkur bara hæfilegt að fara að taka hús á nokkrum.
En þú ert sem sagt sölustjóri uppsjávarafurða. Hverjir eru þessi markaðir sem það þarf að heimsækja með reglubundnum hætti? Já, við fórum svolítið mikið inn í Rússland og reyndar aðeins að fara ennþá, þó við getum ekki flutt fisk þangað. Við alltaf að reyna að halda þessum samböndu við og það náttúrulega sama við að gera í þessari ferð. Og svo það Úkraína líka, við hefum ekki verið nógu duglegir að heimsækja Úkraínu. Og svo förum við líka til Japan sem þá bæði fyrir uppsjávarfisk og eins sjófrystarafurðir og allar afurðir sem við getum hugsanlega selt inn í Japan eða Asíu. En hvers vegna ekki að selja bara fiskinn í gegnum netið til hæstbjóðandi hverju sinni? Hvers vegna að vera í þessu viðskiptasambandi við þessi fyrirtæki? Allavega hvað HB Granda varðar þá viljum við vita hver fiskurinn okkar endar. Við viljum fylgjast með að kúnninn sé ánægður með gæðin. Við viljum að kúnnarnir okkar sé að fá þau gæði sem að væntir. Þannig að það eru svona hluti sem við erum að fylgja eftir og tengjast böndum bara. Maður sér það þegar maður fær að fljóta með ykkur að þetta oft miklir, bara langtíma viðskiptavinir og félagar sem hafa oft komið til Íslands og þið út og ákveðið svona, það virkar eins og það sé ákveðið traust á því séu einhvern veginn að vinna saman. Já, það má alveg segja það, við erum að vinna saman og við erum líka átt okkur á því að það verði náttúrulega mjög mikill þáttur í hvernig tiltekst og það þýðir ekkert að vera að glennast í of há verða því að þá verður bara stopp. Það verður einhvern veginn að hafa þetta þannig að allir geti fengið eitthvað pingu lítið út úr þessu. Það tekst nú oftast en svo er það stuttu klúrað. Já, þannig að ef eitthvað klúrast þá er náttúrulega auðvelt fyrir stór fyrirtæki að henda einhverjum út eða hvað? Það er náttúrulega ekki rosalega, það er ekki endalaust hráefni í boði í þeim gæðastöðlum sem kannski þessi fyrirtæki vilja versla? Þetta snýst eiginlega mikið að afhenda réttu gæðin á réttu kaupendum. Það þurfa ekki allir að vera að fá besta fiskinn og sem ég geta á að lifa við aðeins síðri gæði ef því er skita. Eitt sem vakti samt athygli mína hérna var að hér er verið að áframvinna í rauninni hráefni sem kemur frá Íslandi og sum fyrirtæki í Póllandi að flytja síðan til annarra landa. Getum við einhvern veginn vitað í rauninni hvar þessi afurð endar? Já, við fréttum núna til dæmis að þetta félag er að senda 40% af sinni framleiðslu inn í Frakkland og Þýskaland aðalega. Þannig að við svo sem vitum það ekki alveg upp á hár en við vitum svolítið meira núna heldur við sem áður. Frá Póllandi þá lá leið okkar til Hvíta-Rússlands sem var í rauninni algjört ævintýri og gjörbreytt veröld frá Póllandi og Tékklandi. Við þurftum að sækja vísa og fjölmiðlaleyfi í Varsjá og síðan tók við ferðalag yfir landamærin. Landamærastöðvarnar voru ansi margar og eftirlitið gríðarlegt, enda getur það tekið alltaf því sólarhring að komast inn í landið þessa stuttu leið. Hvíta-Rússland lýsti yfir sjálfstæði frá Sovétríkjunum árið 1990 en atvinnulífið þar er að stórum hluta í ríkiseigu. Alexander Lukashenko hefur verið forseti landsins frá árinu 1994. Flestir íbúar landsins tala rússnesku sem er annað opinbert tungumál landsins en aðeins 10% tala hvítrússnesku. Hvíta-Rússland á landamæri að Póllandi, Litáen, Lettlandi, Rússlandi og Úkraínu. Höfuðborgin er Minsk en okkar leið lá til borgar sem heitir Brest. Við erum komin hingað í heimsókn til fyrirtæki sem kallast Santa Bremor í bæ sem heitir Brest í Hvíta-Rússlandi en Santa Bremor er stærsti kaupandi íslenskra uppsjávarafurða í Hvíta-Rússlandi en á síðasta ári keypti fyrirtæki líklega 13.000 tonn. Við erum komin hingað í dag til að fræðast það hvað þeir gera við þessar afurðir. Mikhail Moshenski stofnaði fyrirtæki Santa Bremor árið 1999. Í dag stýrir sonur hans Alexander Moshenski fyrirtækinu en hjá því starfa 4.000 manns. En þess má geta að Alexander er í dag heiðurskonsúll Íslands í Hvíta-Rússlandi. Fyrirtæki keypti fyrst sinn uppsjávarfisk sinn frá Noregi en komust stjórnendur fyrirtækisins síðar í tengsl við íslensk fyrirtæki og var þeim boðið í heimsókn árið 2001. Við hittum framkvæmdastjóra Santa Bremor, Vitali Volko. С самого начала, когда мы первый раз были приглашены в Исландию с Александром Мошенским, мы были приятно удивлены, насколько эта Исландия хорошая страна, а люди открытые и ведут бизнес на основе доверия и уважения к клиенту. Поэтому и до сих пор в течение всего времени мы не разочаровались в этом и надеемся, что это сохранится в будущем. Конечно, мы
концентрируемся на качестве. Качество и стабильность поставок. Но Исландия такая страна, которой Бог дал возможность делать качественный продукт. Она находится в самом центре рыбных ресурсов. Плюс, еще раз повторюсь, что люди очень креативные, исландцы, и умеют слушать и отвечать на запросы рынка. Поэтому все время делают модернизации, смотрят за тенденциями и смотрят на развитие бизнеса так же, как это делаем мы. Александр Машанский стал консулом, почетным консулом Республики Исландия в Беларуси. Исходя из этого, когда выбиралось оборудование для нового завода, он обратил внимание на производителей в Исландии, которые есть качественные для того, чтобы использовать. Так мы познакомились с компанией Marel, которая уже имела мировую известность. И когда мы перестраивали несколько наших цехов, было установлено оборудование этой фирмы. И мы до сих пор довольны нашим сотрудничеством. Значит, наша компания экспортирует продукцию более чем в 30 стран. Но основными рынками для нас являются, конечно же, Россия, Украина и Беларусь. Доля нашего локального рынка в нашем портфеле занимает порядка 45%. Россия занимает где-то порядка 50%. На остальные страны приходится около 5%. Основные бренды, с которыми ассоциируются наши продукты, это, конечно же, Санта Бремор, известный, и Русское море на России, компанию, которую мы купили в 2013 году. В начале пути нашего сотрудничества с Исландией, конечно же, надо было найти общее понимание взгляда на сырье. Потому что, конечно, у рыбаков сырье, оно в свежем виде. И очень трудно было понять, что мы имеем в виду под качеством продукции. Для этого в течение 5 лет мы приглашали каждый год практически ведущие компании на наше производство и для круглого стола вместе с нашими технологами, в результате чего в течение 5 лет мы выработали тот стандарт качества, который мы имеем сегодня. Við heimsóttum verslunina Kakma í Brest og þar gátum við séð loka afurðirnar sem meðal annars eru unnar úr íslenskum fiski sem Santa Bремor framleiðir. Það var í rauninni alveg ótrúlega áhugavert að sjá hversu frábrugðin framsetning á fiskunum var í verslunum þeirra. Fiskurinn var til dæmis frosinn en ekki í umbúðum í kælunum, ólíkt því sem gerist hér á landi þar sem allt í plasti. Svo gátum við séð þetta ótrúlega úrval af allskyns útgáfum af fiski. Rúlluðum, smyrjum, reyktum fiski, marineruðum, olíubornum og guðum á þetta hvað. En áður en við segjum skilið við Hvíta-Rússland þá er að sjálfsögðu komið að aðeins meira smakki, en í næsta þætti þá ætlum við að vera í Kína. Við erum komin í hádegismat hingað til Santa Bремor og það er ýmislegt hérna á borðum sem ég er að minnsta kosti ekki vön að smakka, meðal annars makrill og ég ætla bara að smakka hann í fyrsta skiptið. Reyndar svolítið kaldhæðnislegt að þurfa að fara til Hvíta-Rússlands til að smakka íslenskan makrill, en ég meina það er að taka stórum í það. Hann er enda bara góður, sko. Ég átti ekki vona þessu. Og svo er spurningum að smakkaði líka hérna smyrju með loðnuhrófnum og við vorum að sjá framleiðsluna á þessu hérna áðan, sett í fínar glerkrukkur. Þess að hrófn og einhvers konar sósa eða majónes. Þetta er líka bara gott, akkur eru ekki með svona, bara heima.